Já, hann þetta breytur ég, gjörðu svo vel. Já, bara góðan daginn og takk fyrir tækifærið að fá að koma. Það nú svona, ég stundu beðin að koma að kynna heilsuveru og mér finnst alltaf dálítið fyndið að kynna heimasíðu. Fólk fer bara inn á netið og skoðar hana. Þannig að ég tala nú gjarnan kannski að kynna möguleikana sem felast í henni. Það felast nefnilega margir möguleikar í henni. Þetta í raun og veru fjórþætt heimasíða. Það hérna, hún fór í loftið fyrst 2014 og þá var það bara mína síður sem opnaði. Síðan var þann 2016, þá opnaði við þekkingavefinn og netspjallið opnaði við svo 2017 og þjónustu vefsjóna á síðasta ári. Þannig að á 20 mínútur þá þurfti ég nú eiginlega að velja hvaða væri sem ég ætlaði að leggja aðal áhersluna á og af því að allir geta farið inn á ytri vefinn og skoðað hann eins og þau vilja, þá ákvað ég að leggja áherslunar á mína síður. Það lokaði hlutinn, það kannski það sem að nýtist líka þeim best sem þurfa mikið á þjónustu að halda. Og til þess að komast inn á mína síður þá þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. Það öruggasta leiðin í innskráningu sem við höfum möguleika á í dag, þannig að þess vegna notum við það. Og raun og veru eina leiðin sem að uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru öryggi í innskráningu. Og viðskiptamenn bankana fá rafræn skilríki þeim að kostnaðarlausu í síma. Þannig að það er ekkert á döfinni að fara að rukka fyrir það. Ef menn vilja ekki nota rafræn skilríki í síma þá geta menn fengið þau á korti. Það kostar 1.500 krónur á ári ef menn velja þá leið. Ég ætla bara aðeins að fara yfir það sem þarna inni. Þetta svona listinn sem opnast þegar maður fer inn á mína síður. Ég ætla bara að taka stuttlega hvert atriði fyrir sig. Þannig að á heimasvæðinu þar aðgengi sem þegar maður kemur inn á mína síður þá þetta í raun og veru aðgengið okkar að sjúkraskránni okkar. Verður það í framtíðinni. Það meiningin að frá árinu 2021, frá með því ári, þá verðum við með aðgang að sjúkraskránni. Við getum skoðað greiningar, við getum skoðað yfirlit yfir komur, við getum lesið nóturnar sem læknarnir, hjúkrunarfræðingar eða næringarráðgjafar eða hverjir sem skrifa inn í sjúkraskrána. Og í dag getum við endurnýjað lyf, við getum pantað tíma og við getum komið á framfæri vilja okkar varðandi líffæragjafir og ýmislegt fleira þannig inni. Þannig að ef við tökum þá bara listan og byrjum á heimasvæðinu að þá eru þar persónulegu upplýsingarnar okkur og þarna getum við sjálf sett inn símanúmer og netfang og þarna eru skráðar upplýsingar ofnæmi. Þetta skráð úr sjúkraskránni þannig að ef að upplýsingar ofnæmi ekki skráðar rétt í sjúkraskrá þá birtast það ekki þarna. Og ég fæ mjög margar ábendingar það að fólk sem með ofnæmi það sér ekki upplýsingarna þarna. Þá þarf að biðja heilsugæsluna að laga skráninguna þannig að komið þarna inn. Það þarf að vera skráð í það sem kallað snjókornið í sögu til þess að þetta birtist þarna. Og síðan birtist heilsugæslustöðin sem að viðkomandi skráður á. Og til þess að breyta henni þá verður maður að fara inn á réttindagáttinu sjúkratryggingum, sjúkra.is og þar getur maður skipt heilsugæslustöð og eins og flest ykkar væntanlega vita þá getum við valið okkur heilsugæslustöð alveg óháð búsetu. Nú, ef við tökum þá bara næsta flipa, þar stendur heilsan mín, þarna bara möguleiki fyrir fólk til að geta skráð inn og haldið utanum ef við erum að fylgjast með einhverjum af þessum þáttum sem þarna eru. Þarna hægt að setja inn blóðþrýstingsmælingar, hæð og þyngd, líkamshita og blóðsykur. Þetta eru gildi sem sumir að fylgjast með reglulega og þarna hægt að ná þessum gögnum út á PDF-skjali, menn vilja prenta það út kannski til að fara með í lífstílsmóttökunni eða til að hitta læknin eða hvað sem Þannig að þá getur menn gert það. Það verið núna að gera kleift að það sé hægt að hengja þessar upplýsingar í samskipti þannig að læknirinn geti séð þau rafrænt. Næsti flipi heitir lyfseðlar og
þarna fara menn til þess að endurnýja lyfin sín og það eru alls konar upplýsingar lyfin þarna inni en endurnýjunin sem slík, hún svolítið svona sérkennileg við fyrstu sýn vegna þess að maður sér hvergi að það standi bara endurnýja. Og það eru margir sem segja, finn ekki endurnýja hnappinn, en það engin endurnýja hnappur. Þannig að ég hvet alla sem ekki hafa prófað til að fara inn á síðuna og skoða leiðbeiningarnar. Það hjálpar bara alveg helling. Þetta bara myndband sem sýnir alla möguleikana á endurnýja. Og það svolítið, sko, ég nú búin að vera að tala fyrir því að þetta verði einfalda og það verið að vinna í því. En eins og þetta í dag að það ekki sama hvort að maður endurnýja lyf sem var áður endurnýjað fyrir mánuði síðan eða fyrir 6 vikum síðan. Það eru 2 mismunandi leiðir. Og maður skilur ekki af hverju það svoleiðis. Þannig að ég bara hvet þá sem ekki hafa prófað til þess að skoða leiðbeiningarnar fyrst og prófa svo. Þá gengur það yfirleitt vel. Nú, svo yfirleitt yfir bólusetningarnar. Það yfirleitt nær bara cirka til aldamóta. Það pínu mismunandi eftir einstaklingum en það nær náttúrulega bara að þeim tíma sem farið að skrá rafrænt. Þannig að bólusetningarnar mínar frá því að ég var krakki, þær ekki þarna inni. En við getum, heilbrigðisstarfsfólk getur skráð inn eldri bólusetningar, en það í sjálfu sér ekki kannski, það skiptir ekki neinu máli fyrir mig í dag hvort að ég var bólusett sem krakki. Ég þarf, hvort sem að endurnýja þær bólusetningar ef ég þarf á mótefnin að halda núna. Eða þá að það eitthvað sem hefur varir út ævina. En þarna bæði hægt að opna listan eftir í hvort maður vill skoða bóluefnið akkurat sem var gefið eða sjúkdóminn sem verið að bólusetja við. Nú, þarna samskipti, það stofnanirnar sjálfar ákveða það reyndar hvort að þær vilja hafa opið á það að fólk sé í rafrænum samskiptum með þessum hætti. Og það alltaf að fjölga þeim stöðvum sem að hafa þetta opið. Og það hins vegar þannig að það finnst að mörgum skrítið að þessir fyrirspurnir fari ekki beint á lækninn minn eða beint á ljósmóðurina mína að hvernig það sem ég vil eiga í samskiptum við. En ástæðan fyrir því að ekki þannig, heldur oftast læknarítari á heilsugæslustöðvunum sem fær öll skilaboðin og sendir þau á starfsmenn stöðvarinnar. Og það bara gert til að tryggja að það sé ekki skilaboð sem liggja ósvöruð, kannski vikum saman ef einhver í leyfi eða ekki í vinnu eða eitthvað slíkt, eða jafnvel hættur og maður hefur ekki vitað af því. Þannig að þá tryggt að öllum svarað og það auðvitað allir bundnir sama trúnaði inn á heilsugæslustöðinni. Og á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að þá 72% af þessum fyrirspurnum svarað samdægurs eða daginn eftir. Og málið að fyrirspurnir sem kom eftir að vinnutíma líkur á daginn, þeim svarað daginn eftir. En í flestum tilvikum búið að svara öllu sem kemur klukkan 2 þann sama dag. Og það líka ágætt að vita það ef maður ætlar að eiga í svona samskiptum að þessi samskipti fara öll inn í sjúkraskrána. Tímabókanirnar, þær hluti af þessu. Það verður nú samt alveg að viðurkennast að heilsugæslan höfuðborgarsvæðisins hefur ekkert verið að standa sig allt og vilja hafa tíma í boði. Það mjög mismunandi eftir heilsugæslustöðvum. Sumar heilsugæslustöðvar með mjög marga tíma í boði, aðrar mjög fáa. En ég hugsa nú að það hljóti að fara að lagast því að þetta það sem fólk kallar eftir, að geta bóka tíma bara sjálft, þurfi ekki að bíða í símanum. Og við getum bóka viku fram í tíman, það hægt að afbóka tíma þarna, líka tíma sem maður hefur fengið með því að hringja, það hægt að afbóka hann þarna. En hins vegar þá að það standi þegar þið farið inn, engin tími laus, þá hvet ég ykkur til að hringja því að það oft lausir tímar. Og ef að málin bráð að þá eiga stöðvarnar lausa tíma samdægurs. Það í langflestum tilvikum. Og síðast ég tekkaði þá hefði 40% tímana þann mánuðinn verið gefin samdægurs. Þannig að það talsvert mikið af fólki sem fær tíma samdægurs hjá okkur. Nú aðsvarandi líffæragjöfina, það breyttist síðustu áramót og þá tóku gildi lög í landinu sem að gera það verkum að við erum öll sjálfgjafa líffæragjafar nema annað sé tekið fram. En
Þannig að inn á mínu síðum getur fólk skráð það ef það vill ekki vera líffæragjafi eða ef það vill takmarka líffæragjöf ákveðin líffæri. Ef maður veit til dæmis að hornhimnan í öðru auganu mínu er ónýtt þá bara segja ég nei, ekki nota hana. En það er líka mikilvægt að vita að síðasta orðið við líffæragjöf hafa alltaf aðstandendur. Þannig að það er mikilvægt að aðstandendur viti manns vilja. Það er ekki gefin líffæri úr fólkinu með aðstandendur samþykkja það. Það er bara samkvæmt lögunum, þá er það þannig. Nú síðan kemur þarna sjúkraskráin. Þarna er smám saman alltaf að bætast við flipar. Núna getum að séð yfirleitt yfir komur inn á sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. Við getum séð innlagnir inn á sjúkrahúsin og ýmsar samtengingar. En þarna eru upplýsingarnar netfang og símanúmer úr sjúkraskráni en inn á heimasvæðinu, þar eru það upplýsingar sem við gefum sjálf, þannig að það er ekki alltaf samræmi þarna á milli og fólki finnst það svolítið skrítið. Og það kemur líka oft fyrir að fólk sé nánasta aðstandanda þarna sem að er ekki nánasti aðstandandi. Kannski er maður fráskilinn eða viðkomandi látin eða síðast þegar ég þurfti að hafa samskipti eða lagast inn á spítala þá var kannski bara maðurinn minn í útlöndum og ég skrifaði systur mína eða eitthvað og þá hangir það inni. Þannig að þetta er alltaf eitthvað sem að heilsugæslan þarf þá að breyta ef það er ekki rétt. Ef það er ekki rétta símanúmerið eða netfangið eða aðstandandinn þá þurfum við að biðja heilsugæslunum að breyta því. Og það er verið að vinna í því núna að á næsta ári verði aðgangurinn að sjúkraskráni alveg fullgerður þannig að við höfum þennan aðgang að sjúkraskráin okkar þarna inni. Aðeins kannski örfá orðum þekkingavefinn að við getum annarkvort leitað að honum, það er ágætis leit á síðunni þannig að það er að fara í leitina, það er líka hægt að velja annarkvort efnisflokka eða þessi svona markhópa ef maður er ferðamaður eða er að spá í börn og uppeldi eða fullorðið fólk eða hvað það er. Þá getum við valið hvort sem er. Þannig að það er í raun og veru alveg það sama á bakvið markhópana eins og efnisflokkana. Það er bara svona vefst saman með ólíkum hætti. Og þekkingavefurinn, hann er náttúrulega samstarfsverkefni alveg ótrúlega marga. Það eru yfir 130 manns sem eru á listanum yfir þá sem hafa verið að skrifa inn á vefinn eða lesa yfir. Þannig við erum með flesta sérfræðinga þjóðarinnar í hverju málaflokki fyrir sig að vinna efnið. Það er auðvitað ýmislegt sem vantar ennþá inn, þó að líka sé ýmislegt margt komið. En ég tek því bara fagnandi að fá ábendingar bæði ef fólki finnst eitthvað skrítið sem stendur eða eitthvað sem vantar. Ég fæ mikið af því og bara mjög þakklátt fyrir það, þannig að það eru 300 atriði á to-do-listanum við það sem þarf að skrifa inn á vefinn. En þetta kemur bara smám saman og við notum bara þá aðferð, ég skoða bara hvaða sjúkdómsgreiningar eru algengastar í sögu og við reynum að taka það sem er algengast og hakka okkur niður eftir þeim lista. Það er 45.000 heimsóknir inn á þekkingavefi núna í hverri viku. Þannig að fjöldin allar fólki að fara inn og þetta fólk er að fletta svona 3-4 sinnum inn á síðunni, þannig að flettingarnar er eitthvað 120.000. Og það er svona, kannski kemur ekkert á óvart að það er oftast sem fólk smellir á börn og uppeldi þegar kemur inn. Það eru flestir foreldrar sem vilja vanda sig í foreldrahlutverkinu og er að velta því fyrir sér, hvernig við eigum að sinna því. En annars er bara síðan mjög mikið skoðuð heilt yfir. Það er ekki mikill munur á síðanum sem er mest skoðaðar og þeim sem eru minna skoðaðar. Og síðan ætla ég aðeins að í sambandi við netspjallið, það er aftur á móti ekki þarf að skrá sig inn þar getur maður bara farið beint inn á netið og tekið spjallið við hjúkrunarfræðing. Það er opið virkadag á vinnutíma, ætlað bara fyrir alla sem vilja spyrja eitthvað. Við reynum bara að svara eins og við best getum og aðstoða fólk. Það eru margir að fá aðstoð til að nota mína síður sem er bara flott að geta hjálpa fólki í því
og það eiginlega fjölmennasti hópurinn ef ég greini þá sem komin á netspjalli hvað eru þeir að leita eftir, þá eru flestir að leita eftir aðstoðin á mínum síðum. Og svo næst stærsti hópurinn að leita eftir aðstoð bara í heilbrigðiskerfinu. Það stundum svolítið flókið. Og þannig að þarna erum við að gefa bara almennar ráðleggingar og svörum ef það koma fyrirspurnir inn áður en við lokum, þá svörum við því sama daginn en annars daginn eftir. Og þarna þarf í raun og veru ekkert nema bara að fara inn og spyrja. Síðasti þátturinn aðeins líka minnast á einnig glæri, það þjónustu vefsjáin. Hún bara aðstoð okkur að finna hvar næsta heilsugæsla ef maður einhvers staðar, til dæmis bara ferðalagi og þarf að leita til læknis, þá ágætt að geta farið og athuga hvar næsta heilsugæsla. Og þar getur maður líka séð hvað þjónustu í boði þar, opnunartímana og svona, hvernig fyrirkomulagið því það ekkert endilega eins á öllum heilsugæslum á landinu. Og sums staðar kannski ekki neinn regluleg opnun, heldur bara hringi maður og mæli sér mót við einhvern. Og það hægt að smetla á hnapp en kannski bara ágætt að fara, kemst ekki bara inn á netið hérna. Já. Er ekki með neitt mafra uppi? Jú, sérðu, hérna undir. Hérna, það virkar ekki af því að textin yfir því. Jú, hann að koma. Hérna sjáum við hvernig netspjalli, það opið núna, þannig að við getum prófað hvort að einhver vakandi þarna. Ég ætla bara að skrifa eitthvað stutt, svo þurfum við ekki að skrifa mikið. Sjáum hvort einhver svarar okkur. En þetta bara mjög einfalt, maður þarf ekkert að skrifa. En ég hins vegar mjög óvenjulegur notandi inn á netspjallinu því að nánast allir skrifa fullt nafn og netfang. Og og þá þegar maður fær spjallið, þá kemur það venjulega þannig að með nafni og netfangi en ekki svona nafnlaust. Og ef við kíkjum kannski aðeins á þjónustu vefsjónaganni, þá sjáum við hvernig þetta virkar. Þannig að ef ég já, nú vil hún innan. Það minnka þennan glugga svo við sjáum hvað í gangi. Þannig að við veljum að finna næstu heilsugæslu. Og þá á hún var hún að svara mér einhver. Já, hvað segir hún? Já, góðan daginn, get ég aðstoðað? Já. Eigum við að svara einhverju tilbaka? Við erum bara að pröfa. Bara þessu taka 2 mínútur eftir. Já, þannig að þið sjá hvað þetta einfalt. Þetta nákvæmlega ekkert mál. Og þannig erum við að taka það eru svona 30 spjöll á dag sem við fáum í þessu. Ég veit að allavega ein fyrirspurn úr sal. Já, það bara látt hann að koma. Góðan daginn, takk hérlega fyrir þessa góðu yfirferð. Ég heiti Bergþór Þórðarsson, í kjarahóp ÖBÍ. Eins tæknimætur og ég þá hef ég ekki tileinkað mér að nota þessa síðu, en ég veit ég myndi örugglega gera það ef eitt væri til staðar og því spyr ég, eru í bígerð að búa til snjalltækja app fyrir síðuna og væri hægt að fá til dæmis tilkynningur og áminningar í gegnum það app? Já. Beint í símann? Já, það ógeðslega margt sem okkur langar að gera ef við höfum pening. En hún virkar reyndar ágætlega í símum, þó að það sé ekki sérstakt app. En já, það í bígerð og það eru til alls konar lausnir auðvitað í því. Og mínar síður eru í heilmikilli þróun hvað það varðar að við eiga í samskiptum við notendur. Og það til dæmis núna verið að gera fyrsta appið þar inni fyrir krabbameinssjúka. Þannig að þetta eitthvað sem koma skal, en við fáum ekki mikla fjármuni í þróun á þessu.
Því miður. Aðra fyrir spurningarna aftast úr salnum. Já. Við byggjum að tala beint í mikrofónin. Ekki þú. Já, ok. Já, Þorberg heit ég. Þú nefndir að maður getur fengið eða komast inn í sjúkraskrá. Er það sjúkraskráin á heilsugæslustöðinni eða kemst maður inn í sjúkraskrána sem maður er með á Landspítalanum? Hvoru tveggja. Það verður hvoru tveggja, en það verður náttúrulega eingöngu frá þeim tíma sem að þetta opnar. Það verður ekki farið í það að setja gamlar upplýsingar úr sjúkraskrá þarna inn. Það er náttúrulega fyrirafræðar upplýsingar. Já, það verður, nei, frá þeim tíma sem að þetta opnar getur menn séð nótur og annað slíkt, en vantarlega sjúkdómsgreiningar og svoleiðis kemur inn. Tími fyrir eina stöðspurningu viðbót. Góðan daginn, bara stutt. Hvað er netspjallið opið, eða hvernig er opnun á netspjallinu? Er það alltaf sólarhringinn? Nei, það er annað sem við myndum gjarna vilja geta haft, en það er opið á virkum dögum á vinnutíma. Það er svona frá korter yfir 8 til 8:30 til svona 5, venjulega. En það er hægt að senda fyrirspurnir í netspjallið á allum tíma sólarhrings og við svörum því bara strax á næsta morgun. Já. Það er flestir sem að þurfa á því að halda, nota sín eigin hjálpartæki, er mér sagt. Þannig að það er ekki mjög svona, það kostar talsvert að setja svoleiðis inn á hverja síðu og flestir sem þurfa mest á því að halda nota sín eigin tæki, nota ekki slíkt sem er á síðunum. Þannig að við höfum ákveðið frekar að nota peningin í annað, allavega enn sem komið er. En auðvitað er okkur skylt að hafa aðgengi fyrir alla og við erum reyndar með alveg þokkalega gott aðgengi fyrir blinda og þeir eru ánægðir með síðan og ég er búin að vera í samstarfi við Blindrafélagið að vinna í því og það er mjög auðvelt að finna allt á síðunni. Þannig að ég býst ekki við að við setjum peningi í að setja það á síðunni sjálfa. Þá ætlum ég bara að þakka þér fyrir. Já, takk.